Norðlenska nautakjötið. Uppskrift á góðu kvöldi. Lögreglan á Norðurlandi vestra hefur frá áramótum sektað 1600 ökumenn sem ekið hafa of hratt og á sama tíma hefur umferðaróhöppum fækkað umtalsvert í umdæminu. Við erum með mjög stórt umdæmi. Það nær frá Holtavörðuheiði að Öxnadalsheiði með báðum heiðunum meðtöldum sem er gríðarlega umfangsmikið og mikil umferð sem er á okkar svæði. Þannig að þetta er svona hryggjarstykkið í þeim verkefnum sem við höfum haft. Þannig að það var tekin ákvörðun hérna í fyrra að setja mikinn þunga í þetta. Og strax í fyrra sáum við að þetta var farið að skila árangri og ennþá meira núna eftir áramótin. Og sem dæmi svona tölur í þessu, þó það segir nú ekki allt, en þá gefa þær ákveðna vísbendingu þetta, að þá höfum við verið að taka núna, og það er búið að kæra 1600, milli 15 og 1600 ökumenn fyrir of hraðan akstur á Norðurlandi vestra frá áramótum til 1. apríl, samanborið við rétt rúmlega 400 á sama tímabili fyrra. Og þetta eitt og sér segir ekki alla söguna, því að þegar við skoðum tölurnar betur, að þá kemur líka í ljós að umferðarslysum, það sem hefur orðið eignatjón, hefur fækkað á okkur sýnist 18% á sama tímabili, sem er náttúrulega gleðilegt og það snýst eftirlit. Hvað ók sá sem hraðast ók og var tekinn? Við höfum verið að sjá alveg ótrúlega tölur í þessu og sá sem hraðast ók var á tæplega 180 km hraða á þjóðvegi 1. Í Blönduhlíð, sem er brjálæðislegt. Það þarf ekki að spyrja leikslokum ef ökumaður á slíkum hraða missir stjórn á bílnum? Nei, það er alveg, það þarf engan snilling til þess að finna út úr því hvað það gerist. Og það er náttúrulega bara skelfilegt og hvorki bílar né mannfólk er hannað fyrir svona högg. Stefán Vagn segir að ekki liggi fyrir tölur hvernig skiptingin sé milli innlendra og erlendra ökumanna þegar kemur að hraðakstri. Það er alveg ljóst að það er mikil aukning á umferð og það er allar tölur sína það og við verðum varir við það hér að það er mikil aukning meðal ferðamanna og hún hefur tegið sér svona orðið yfir nánast í allt árið, þannig að frá því sem þetta var hér áður fyrir þegar ferðamennskan var kannski 4-5 mánuði yfir hásumari, að þetta er orðið meira og minna allt árið núna, þannig að eins og ég segi, það þarf nú töluverð umferð til þess að ná að taka 1600 ökumenn á fyrstu 4 mánuðum ársins sem eiga nú að vera kannski hvað þyngstir í veðri og færð. Og ekki laust við að hraðasektirnar séu farnar að telja því hver sá sem tekinn er á yfir 96 km hraða greiðir 10.000 krónur í sekt, verðmiðinn hækkar í 50.000 þegar hraðin er komin í meira en 111 km á klukkustund og við 140 km hraða þarf að greiða 130.000 krónur, ökuleyfi svipting og punktar en einhver afsláttur er þó gefinn sé greitt á staðnum. Það þarf aukna löggæslu á vegina, það er bara sýnir sig. Já, á sama tíma og veginir eru náttúrulega mjög slæmir oft. Hvernig eru þeir til dæmis í þínu umdæmi? Þeir eru mjög misjafnir og sumir eru vonlausir meðan aðrir eru í mjög fínu ástandi og þannig að það er bara, ég held að sé ekkert öðruvísi með vegina hér á þessu svæði en annars staðar. Þeir eru bara í misjöfnu ástandi og sumir eru þarfnast verulegar úrbóta, eru bæði hæðóttir og mjóir, meðan aðrir eru breiðir og sléttir. Erum við enn að fást við einbreiðar brýr í þessu umdæmi? Já, þær eru allnokkrar, en sem betur fyrir ekki margar á þjóðvegi 1. Ef nokkur. Hvað segirðu með bara skilaboð til ökumanna á þessu svæði eða allt land? Hvað eiga þeir að varast? Það þarf bara að fara og keyra eftir aðstæðum, virða hámarkshraða og gefa sér tíma í ferðalagið. Það skilar flestum heilum heim. En raun og veru kannski held ég að það sé kannski ekki sviftingin eða
eða fjárhæðin sem skiptir öllu máli í þessu. Það er bara hættan sem viðkomandi er að skapa á þjóðvegum landsins með að keyra svona. Það snýst það. Þetta er bara glæpsamlegt, þetta er stór hættulegt fyrir alla. Við vonum að fólk taki þessum ábendingum vel og til greina og hraðinn minnki. Vonum það svo sannarlega. Við munum gera okkar besta í það. Norðlenska nautakjötið. Uppskrift á góðu kvöldi.